Ég heiti Ársæll og ég er tómstunda- og félagsmálafræðingur og ég vinn með fötluðum. Ég er búinn að vera með heyrnartæki í 15 ár. Ég tók eftir því að heyrnin fór að hraka þegar ég var örugglega 30. Þá var ég oft þannig að ég fór inn í bíl og hækkaði í botn, sem var bara eðlilegt fyrir mig. En þeir sem notuðu bílinn eftir á, þeir þurftu að byrja á því að lækka í útvarpinu. Ég var svolítið í afneitun. Mér fannst ég bara heyra eðlilega, en ég ákvað að fara og láta athuga heyrnina. Þjónustan sem ég er að fá í heyrn er rosalega góð. Mér finnst ég vera að koma í fjölskyldu, fjölskyldu númer 2. Það taka allir rosalega vel á móti mér. Ellis er náttúrulega bara snillingur og alltaf gaman að tala við hana. Að fá heyrnartæki, fara í heyrn, þetta breytti öllu fyrir mig. Ég hef verið með eyrnasuð eða tinnitus í bara allt of mörg ár. Heyrnartækin hafa hjálpað mér rosalega mikið. Finn minna fyrir því að ég sé að fá eyrnasuð eða svona íl í eyrun. Þannig að svo er ég líka með app sem að hjálpa mér, sem að er með ákveðna tíðni á hljóðum sem að ná að draga úr þessu eyrnasuði. En þessi sem ég er með núna, að munurinn á þeim, þau eru aðeins stærri, en það er ekki mikið. Það er ekki neitt hólf fyrir batteri. Ég sting þau bara niður í öskju og hleð þau. Endingin á batterínu í tækinu er þannig að ég þarf ekki að hafa áhyggjur í heilan dag og rúmlega það. Ég setti þau í mig daginn klukkan 7 morguninn. Ég tók þau úr mér rétt fyrir miðnætti og þá var hleðslan komin niður í 70%. Það sem að heillaði mig við Vivia er þessi þróun sem er komin núna, sem heitir Árakast. Og Árakast er í rauninni nýjasta tæknin af Bluetooth. Það gerir þér kleift að tengjast útsendingum eins og í lyfstöð eða í bíóum eða leikhúsum eða eitthvað staðar, þar sem að það mun síðan koma í framtíðinni. Þá getur þú tekið símann og getur leitað að útsendingu og stillt þannig að þú fær tilkynningarnar í eyrun, og sem er náttúrulega bara geggjað þegar maður er upp á lyfstöð til dæmis í öllum kliðnum, að þú fær tilkynninguna hvenær flugið þitt er tilbúið eða hvort það sé kominn tími á að fara í vél. Þannig að ég hlakka til að prófa það. Það er að vera með heyrnartæki og loksins fá að heyra aftur í náttúrunni og bara umhverfinu sínu er, mér finnst það æði. Fólkalappa það er sláttuvél eða mótorhjól, það er leikskóli greinilega einhvers staðar nálægt, heyri börnum. Ég stunda leiklist mjög mikið, hef verið í nokkrum leikfélögum á landinu. Fyrir mig skiptir miklu máli að ég heyri í leikstjórunum, ég heyri í meðleikurunum, ég heyri viðbrögðin í salnum, öll hljóðin, tónlistin, að ég heyri sjálfu mér. Og þess vegna er svo gott að vera með heyrnartæki sem að virka vel, sem að gefa mér betri skynjun á hvaðan hljóðið kemur. Og með þessi tæki þá heyri ég betur í meðleikurunum. Ég heyri mína eigin rödd, ég veit hvort að ég sé að varpa röddinni rétt fram eða hvort ég sé að tala of hátt eða of lágt. Þannig að vera með heyrnartæki, vera leikari á sviði, geggjað.